Þetta er verkefni 01 Beatles á blaðsíðu H5 í kennslubókinni Tölvunotkun. Við ætlum að setja upp glærusýningu með 4 glærum. Við byrjum á að opna nýtt skjal og við skrifum textan í reitina á fyrstu glæruna eins og sýnt er. Skrifum fyrirsögnina og nafn, áfangi og bekkur eða hópur og síðan veljum við næstu glæru og þá förum við hér á Homeflippa, finnum New Slide og næsta glæra á að vera Title and Content og við skrifum inn á glæruna textan eins og er sýnt, Bítlarnir voru áhrifamikil popphljómsveit og svo framvegis. Þriðja glæran, hún er líka valin hér í New Slide og þá veljum við To Contents. Ég ætla að opna skjal þar sem ég er tilbúin með allan textan. Hér er The Beatles, nafn, áfangi, bekkur. Hér skrifaði ég allan textan á glæru 2 og hér skrifaði ég allan textan á glæru 3. Við mótum síðan og á eftir og drögum inn textan, en áður en við gerum það, þá er ég stödd hérna á glæru 3 og ég vil Title Only, það er síðasta glæran. Og við skrifum textan hér, kvikmyndir. Nú ætlum við að velja bakgrunn á glærurnar. Það er alveg sama hvar við erum stödd, en við förum hér í Design og hérna undir þemum eru bakgrunnarnir sem við höfum á glærurnar í þessu og við förum hér í öruna niður og veljum einhvern bakgrunn. Velja þennan bakgrunn hér. Ef hann er ekki í listana hjá ykkur, þá getið þið farið í valið bakgrunn hérna í File og New og þá eru þið með lista yfir bakgrunna. Það er sýnt framar í H-hlutanum á blaðsíðu H4 hvernig þið getið vistað bakgrunna inn í þemamöppin ykkar. En þið sjáu að letri breytist og leturstærðin. Nú er þetta komið hérna í Gill Sans MT letur, var áðan í Calibri og ef þið veljið annan bakgrunn þá er mismunandi hvernig áherslumerki á glærunum og texti í haus og fæti lítur út. Það fer eftir bakgrunninum sem er valinn. Nú ætla ég að fara á glæru 1 hérna og sækja mynd af Bítlunum. Þá fer ég hér í Insert og Online Pictures. Ég skrifa leitarorð hér, skrifa það á ensku. Ekki Bítlarnir, heldur Beatles. Og þið megið bara velja hvaða mynd sem er. Ég ætla að taka þessa hér sem er eins og í bókinni. Og ég bæti henni hér inn. Og ég ætla að færa hana hingað. Ég ætla að minnka hana örlítið. Þá dreg ég hér inn að miðju. Ef ég vil hafa annað útlit á myndinni, þá kemur hérna upp Picture Tools og Format, þegar ég með myndina valda og ég get valið hér útlit og þið megið bara ráða því. Síðan förum við hér á glæru 2 og við ætlum að velja inndrátt á textan og það eru þessar 2 línur sem eiga að vera dregnar inn. Þið sjáu að þetta er í 20 punkta letri. Ég ýti hér á öruna til hérna inndrátt, increase, indent. Hér á glæru 3 ætla ég að setja áherslunúmer í staðinn fyrir áherslumerki. Þannig að ég tek hérna nöfnin á Bítlunum og vel hér áherslunúmer. Og síðan setja ég inndrátt hér. Það er nóg að vera með bendilinn í línun ef það er bara ein lína sem á að draga inn og smelli hér og þið sjáu að letrið minnkar og áherslumerkið minnkar líka. Nú ætla ég að fara hérna á glæru 4 og þar ætla ég að setja svona smartart. Fer ég hérna í Insert og smartart. Ég vel útliti hérna í píramídanum
og það er þetta útlit hér og þið segið OK. Það er best að fara hérna í örina og skrifa inn textan. Smetla svo hér. Það eru bara 3 kassar í boði. Til að bæta við, þá ýtið þið bara á Enter. Og þá sjáum við að það minnkar aðeins og kemur nýr kassi. Ég ýti aftur á Enter. Og nú loka ég þessu og minnka þetta þannig að þetta passi hérna nokkurn veginn. Og nú er Smartart Tools flippinn virkur og Design og Format. Og hérna undir Design get ég valið þrívíddarútlit. Ég get líka valið aðra liti. Og þið hafið alveg frjálsar hendur hvernig þið hafið þetta. Og ég ætla að vista File og Save As og ég skrifa hérna No Late Beatles og Save. Og í næsta myndskeiði sýni ég ykkur hvernig þið vinnið í Slide Master.